Hvernig styttum við almenn brot eða lengjum og til hvers? Jú, þegar ég að stytta brot þá ég að deila með sömu tölu fyrir ofan og neðan strik, því að ef ég deili með sömu tölu þá ég ekki að breyta stærð brotsins. Hér, og maður byrjar alltaf á þetta, gengur efri talan upp í þá neðri sem reyndin hér, þá deili ég með neðri tölunni. 3 deilt með 3 er 1. Þetta eru fjórðupartar. En það 3 1/4 af 12. Ef ég væri með pizzu og væri búin að skipta hún upp í 4 parta og síðan ætla ég að skipta hverjum upp í 3, sjáðu. Að þá ég með 1, 2, 3. Það sjáðu, 1/4. Þetta sama brotið, nema þetta eru lægri tölur. Hér gengur 15 upp í 25, nei, þá þarf ég að finna tölu sem gengur upp í 25 og 15. Og það í þessu tilfelli 5. 15 deilt með 5 eru 3, 25 deilt með 5 eru 50 partar. Og þetta virkar eins ef ég fer að teikna eitthvað. Hér gengur 13. Hér fæ ég 1/13. Þegar þið fáið almenn brot, þá alltaf aðtuga hvort maður getur stytt og við eigum að skila almennum brotum alltaf full styttum. Að lengja brot, það öfugt. Þá margfalda ég með sömu tölu upp og niðri. Hér 3, þá fæ ég 3/7. Þetta ekki stytt brot, heldur þetta. En af hverju geri ég þetta? Klárum að lengja þetta fyrst. Jú, ef ég að leggja saman brot og þarf að fá samnefnd, þá get ég þurft að lengja. Tökum bara hérna 2/3 pluss 1/4. Hér þarf ég að lengja þetta með 4, þetta með 3, til þess að fá 12 parta undir, þá þetta 8 pluss 3. Ég fæ 11/12. Sjáðu. Til þess að fá það sama, því að við getum ekki lagt saman eða dreigið frá, nefnum þessi sama undirstriki, og þá lengi ég bæði brotin til þess að komast upp. Þannig að lengja, margfalda með sömu tölu bæði frá ofan og neðan, stytta, deila með sömu tölu fyrir ofan og neðan.